Lítipotta.is Fossálsi 13. Komið sæl, við sjáum hér hvernig staðan hádegisleitið, hæð hér suður í hafi og svo lægð hér sem að myndast á Grænlandssundi og þessi kerfi beina hér suðvestlægum áttum yfir landið og það svona hlýna aðeins með henni. Í dag náði að hlána og víða hiti yfir frostmarkið í dag en hins vegar austast á landinu var sem staðar frost allan daginn eins og Egilsstöðum og Höfn í Hafnarfirði til að mynda. En svona þróunin verður að þessi lægð hérna mun stýra veðrinu hjá okkur næsta sólarhringinn, dýpkar og kemur svo yfir, fer til norðausturs og kemur með svona drag yfir landið og smá saman verður vindátti norðlægari og einnig verður loftmassi mun kaldari á endanum. Við sjáum það betur hér á hitasviðinu. Svona búið að hlýna aðeins hjá okkur en við sjáum þetta mikla kulda hér sem kemur af Grænlandi og orðin fjólublár hérna sumstaðar þannig að það gríðarlega kalt og þetta svona lekur inn smá saman til okkar annað kvöld og það fylgir þessu snjókoma, við sjáum það betur hérna á eftir en það svona var svona okkur ákveðin suðvestanátt sumstaðar allhvöss hérna norðvestan til í dag. Verður það eitthvað áfram nokkuð svona ákveðin suðvestlæg átt vestan til á landinu en eins og það sem breytist í kvöld að verður svona óstöður og kemur þá meira inn svona af skúrum og slittu éljum en í fyrramáli þá verður svona svipaður hiti svona frá einni upp í svona kannski 6 gráður svona á morgun. En áfram svolítið svalt hér austast á landinu, svona kaldalofti svona liggur svolítið svona fast við þar en þetta svona nær kannski eitthvað aðeins að hlýna á morgun með það sem var í dag hérna austast. En síðan verður þetta svona það sem verður á Bóstólum, það var svona suðvestlægar áttir 5 til 13 metrar á sekúndu og svona gengur á með skúrum og slittu éljum hér sunnan og vestanlands en þurft hér fyrir austan og gæti sest í sólar þar. Síðan svona seinni partinn þá sjáum við að bakkinn kemur úr norðvestri inn á land og mjög hvasst í þessu til að byrja með, fer inn á Vestfirði seint annað kvöld með hríðarveðri og spólum svo aðeins fram hérna til 5. morgun þá verður þessi bakki hér komin yfir allt norðanvert landið, mun snjóa eitthvað úr honum en þetta svona veikist svo og svona dregur úr úrkomu þegar líður á 5. daginn. Einhver dálítið él svona seinni partinn, lægir einnig svona eitthvað, dregur úr vindi skulum segja en svona strekkingsvindur kannski hér sunnanlands lengst af. Sjáum, það snar kólnar hjá okkur, mjög kalt og á föstudaginn verður einnig kalt, sjáum hér í úrkomu bakka hér suðaustar á landinu og þá svona fer óvissan að vaksa svolítið í spánum þar sem að erfitt að átta sig á því hvað þetta hlýja loft sem hér suður í hafi þegar mætir þessu kalda lofti, hvernig þessi átök fara fram á endanum en eins og staðan núna þá sjáum við hér bakkan og hann mun aðeins koma nær okkur á laugardaginn sem kosningadagurinn og þá hætt á því að það fari í vonsku veður hér fyrir austan sérstaklega í einhverja norðan hríð. Þá getur þetta litið út svona þétt á milli þrýstilína, strekkingur allhvass vindur, jafnvel eitthvað meira hér austast og svona norðan hríð og ófærð væntanlega þá á fjallvegum og víðar kannski ef þetta rætist. Þannig að við erum svona köldum megin skilana og þetta þá allt saman snjókoma sem fellur hér fyrir austan og svo svona éljagangur norðvestan til á landinu einnig. En sem sagt minni úrkoma og strekkingur og jafnvel svona einhver skafrenningur en ætti nú vera þurrt hér sunnan heiða. Ég ætla að láta þetta vera síðasta korti í kvöld. Verið sæl.